Nokkur hundruð skuldara frjálsa fjárfestingabankans hafa bundið samtökum með það fyrir augum að semja við kröfuhafa bankans. Þeir vilja beinar umræður skuldir sínar við kröfuhafa bankana og segist vera búin að fá nóg af aðgerðaleysi vegna vanda þeirra og annarra. Það er Guðmundur Andri Skúlason sem átti frumkvæðið að stofnun samtakanna og hann er sestur hjá Helga. Velkomin í Kastljós, Guðmundur. Takk. Byrjaði bara eins og að segja mér frá því. Þetta eru samtök sem þú ert að stofna og samt nokkur hundruð manns sem þið eigið það sameiginlegt að skulda frjálsa fjárfestingabankanum og svona talsvert meira heldur en þið viljið. Já, það er náttúrulega eins og flest heimili landsins gerir í dag. Þetta byrjaði í rauninni allt á því að ég fór niður í frjálsa fjárfestingabanka til þess að reyna að fá okkur að lausna á okkar málum eða mínum málum. Og ég tók þarna upphaflega gengistryggt lánið, erlent lán upp á 19 milljónir sem hefur hækkað umtalsvert og ég bauð það að ég myndi vilja kaupa þetta tilbaka á 20 milljónir, ég geti þá bara borgað þeim tilbaka og þeir neituðu því, svo það var ekki hægt og ég spurði skýringar á því og þeir svo það verið að því að ég væri einstaklingur sem aftur leiddi okkur að því að ef ég væri fjárfestir með einhvern hóp á bak við mig þá gæti ég væntanlega keypt eitthvað af lánasafninu á þeim afsláttakjörum sem við höfum verið að heyra hingað og þangað landið að séu í gangi. Og í framhaldinu af þessu þá ákveður að safna saman þessum hóp? Þá skrifaði ég bara litla bloggfærslu og óskaði eftir því að komast í samband við fólk sem skuldar frjálsa fjárfestingabankana til þess að reyna að búa til afl sem er þá álíka stórt og þessir stóru kallar eru og fá bara sömu kjör á okkar skuldum eins og þeir eru að fá að sínum. Þannig að við getum bara sagt að það sé óábyrg meðferð fjármuna að borga eitthvað umfram þar sem við upphaflega tókum að láni. Hvaða viðbrögð hafið þið fengið? Til dæmis nú komið náttúrulega slitastjórn yfir frjálsa fjárfestingabankan. Hafið þið sett ykkur í sambandi þá þessi hópur eitthvað eða hvernig? Ég hef reynt að hafa samband við þá. Það virðist bara ekki vera hægt að ná aðeins tali. Ég skrifaði viðskiptaráðherra opið bréf, hann hefur svarað því. Ég þarf að tala við hann á morgun. Þannig að það eru svona helstu viðbrögðin sem við hefum fengið frá þeim sem við viljum tala við. En viðbrögð meðal fólksins hafa verið ótrúleg í raun og veru. Líklega komið með á 400 aðila sem að skulda bankanum og heildarlán líklega upp á, ég hef ekki reiknað það nákvæmlega út, eitthvað á bilinu 5 til 8 miljardar sem að standa á bak við þessi samtök. Og hvað reiknið þið með að geta ætlaði að reyna að bjóða í lánin ykkar allra þá væntanlega? Við viljum bara koma að stað og semja bara beint við kröfuhafa. Ég sé enga ástæðu fyrir því að það eigi að vera einhver slitastjórn í gangi til þess að semja lánin og selja okkur kjörum til besta vinar aðal, bara til þess að sá geti síðan rukkað mig 100%. Ég vil bara fá sömu kjör og hinir. En að þú nefnir 100%, hvað með það sjónarmið að þið séu jú öll fullorðið og fjárráða fólk og hafið tekið þessi lán og kannski átt að gera eitthvað grein fyrir áhættunni sem að fylgir því að taka lán? Já, sjálfsögðu. Ég meina, ég reiknaði þetta bara út og gerði ráð fyrir því að gengisvísitalan gæti farið upp í alveg 140, 150, en 230 var bara eitthvað sem var ekki til í Excelnum hjá mér þá. Og ég gerði líka bara þá sjálfsögðu kröfu að landinu stjórnaði fólk sem að segði satt. Það hefur bara ekki verið þannig. Og síðan höfum við verið að bíða eftir því að það verði eitthvað gert til þess að laga það ástand sem í þjóðfélaginu núna. Það hefur ekkert verið gert. Segjum svo að þú farir og hittir Gylfa í fyrramálið, hann vil ekkert gera fyrir ykkur, þið náðu ekki sambandi við kröfuhafana til þess að reyna að kaupa þessi lán tilbaka. Hvað gerist þá? Þetta er bara að borga. Það er ekkert annað í stöðun að gera. Það er engin tilgangur fyrir fólk eins og mig og mína fjölskyldu að vera að borga af 50 milljón króna láni út yfir gröf og dauða. Ég sé bara engan tilgang í því. En hvað með þá sem benda og líkast þér réttilega á það að með því sé fólk ekki að gera neitt annað heldur en að koma sér í enn verri vandræði? Sko, það er náttúrulega eðlileg rökfærsla hjá viðskiptaráðherra og fleirum að gera okkur hrædd við að hætta að borga. Því að ef við, almenningur í landinu, stöndum upp saman sem ein heild og hættum að borga, þá setjum við fjármálakerfið þjóðarinnar á hliðina. Við setjum ekki okkur á hliðina, við setjum fjármálakerfið þjóðarinnar á hliðina. En erum við eitthvað betur sett með því að vera með fjármálakerfið á hliðinni? Já, við erum ábyggilega betur sett með því heldur en að allar fjölskyldur í landinu séu nánast gjaldþrota og hryggja stikkið í þjóðfélaginu. Það er að sé aldurshópurinn 35 til 55 ára sé fluttur á landi brott, af því að það er ekki yfir neina að vera hér. Það er það sem við erum svona að reyna að benda á. Er oppinn að þessu fólki sem er í þessum samtökum með er þetta fólk sem hefur tekið svona einhvers konar myntkörulán? Ég veist að flestir
hafi tekið myndkorfulán, en þarna líka fólk sem hefur bara verið með venjulegt verðtryggt lán, fólk með bílalán, fólk með alls konar lán. Þetta getur hver sem haft samband og tekið þátt í þessum samtökum. Vitið þið eitthvað þessa kröfuhafa í bankanum? Þekkið eitthvað til þeirra? Vitið þið hvernig þið þurfið að tala? Nei, við gerum bara ráð fyrir því að lánasafni gangi kaupum og sölum eins og aðrar vörur og fjármálamarkaði. Og það sem við síðan erum að benda á að ef við hættum að borga af þessu tiltekna lánasafni þá hríðfellur það í verði. Þannig að það hlýtur að vera hagur slitastjórnar og kröfuhafa að tala við okkur. Þannig að þeir geti þá hámarkað sinn hag og selt okkur safnið á þeim kjörum sem að eðlilega eru, mannsæmandi. Hefurðu heyrt í einhverjum fólki sem er hugsanlega hjá öðrum bönkum sem er með eitthvað svipað í hyggju? Veistu til þess að þessi leið sem að þú ert að standa fyrir að það sé ykkur aðra að spá í því? Ég veit ekki til þess að sé neitt annar komið með það í gang. Það hefur hringt í mig og haft samband fólk frá öðrum bönkum og spurt hvort að við séum ekki tilbúin að útvíkka samtökin. Ég held að sé eðlilegt að við einbyttum okkur fyrst að þessu. Þetta eru allt saman þrotabú ríkisbanka og þetta hlýtur þá hvernig sem að þetta tekst að vera fordæmi fyrir því hvernig tekið verður á lánum almenning sem skulda í öðrum bönkum eða Íbúðalánasjóði eða annars staðar. Guðmundur Andri, takk fyrir að koma í Kastljós. Takk fyrir.